Ok, ég tala aðeins allar pressæfingar. Þannig að allar æfingar þar sem við erum að ýta frá okkur, hvort sem það er lárétt, lóðrétt eða ská. Allar pressur, hvað þurfum við að passa upp á og af hverju. Ok, það er mjög margir með axla vandamál, þannig að það þarf alltaf að passa vel upp á allt. Það sem þarf að tryggja er stöðuleiki í öxlum. Sumir til dæmis fara að taka of erfiðar armbeygju til dæmis eða of erfiða axlapressu og hafa ekki styrkinn eða stöðuleikann í öxlunum. Til þess að mynda meiri stöðuleika í öxlum þá er rosalega mikilvægt að passa upp á nokkur atriði. Aðalega að axlarliðurinn, hann er hannaður best, hvað ég að segja, hérna, ok. Ef við förum að pressa upp fyrir okkur, að hérna upp. Og alltaf þegar við förum niður, þá viljum við beina olnbogunum inn, því að það er náttúruleg hreyfing fyrir olnboguna, hérna, axlarliðið. En allt í lagi pressa upp og klára alla leið, en kemur hann inn. Þegar við pressum upp, hérna, byrjar herðablaðið að lyftast upp og rótita svona og svo komum við hann inn. Leiðið ég fyrir að fara hér, þá hef ég engan stuðning frá stóra bakvöðunum, þannig að þá er, eins og þið sjáu ef ég keyri olnbogann vel aftur, þá sjáu þið það er engin stuðningur hérna, engin bakvöð. Leiðið ég færi mig fram, þá kemur þessi bakvöðin út. Og það er það sem við erum að leita í. Ok? Þannig að alltaf á leiðinni niður, þá er mótvægisvöðvinn við brjóst og axlir. Á leiðinni niður, þá er það bakvöðin sem er mótvægisvöðvinn. Þess vegna viljum við alltaf tryggja að hann sé virkur og er inni. 2. Hreyfingin sé náttúruleg fyrir axlarliðinn. Þetta er ekki náttúruleg hreyfing fyrir axlarliðinn, þetta er mikið betri hreyfing. Þetta sjáum við líka hvað hún er mun óþvingari. Annað, að það er að við viljum alltaf hafa kúluna í humerus eða þessu hérna orðupandlegg, við viljum hafa hana inn í sokknum eins og við köllum. Þannig að ef ég sjá ekki hvað ég get mynda mikla hreyfingu í axlarliðnum, ok, ef ég nota snúningsvöðvana í axlarliðnum eða róteitarvöðvana fyrir að snúa upp á og þá myndar stöðuleiki. Og hvað gerist? Mjög lítill. Losun þá getur fært mjög mikið. Læsi, lítill. Þetta er þessi 3 atriði sem við þurfum að hafa í huga og þá er það sérstaklega eins og þegar við erum að gera armbeygju. Hérna er engin stöðuleiki frá, engin hjálparstuðningur frá hérna bakvöðunum. Þetta er ekki góð hreyfing fyrir axlarliðinn, hún er ekki hönnuð til að gera þessa hreyfingu vel. Og 3. að snúningsvöðvarnir eða róteitarvöðvarnir, þeir eru ekki virkir til þess að tryggja stöðuleika. Ok, þannig að alltaf þegar ég fer niður eða upp, þá sjáum ég alltaf að skrúa. Þannig að hér, ef ég skrúa, sjáu, ég get verið mig svona, en ef ég losa, þá get ég farið rosalega hátt upp. Fólk sem er lélega stöðuleika, lélega styrkleika í öxlum, þá á mjög mikla hættu á það með þessu. Yfirleitt ekki í salnum, þá er það yfirleitt ekki hvort það er hvenær fólk með þessu. Nema það sé svo hægt að hafa svona náttúrulega hreyfingar og styrk og fleira. Annað, allar pressæfingar passa alltaf eins og með fótæfingur og allt. Hryggur þarf alltaf að vera í beinni línu, spenna kviðinn og svo pressum. Því að þegar við pressum, þá kemur þyngdaraflið niður á bakið og þá þurfum við að hafa sterkan kvið. Þegar við erum í axlapressu standandi, þá er alltaf hættan á því að við þurfum að fetta okkur. Ef við spennum kviðið, spennum rass, þá erum við alltaf trygg. Með axlapressur og svoleiðis, þegar við erum að pressa upp fyrir haus, er alltaf góð regla að stinga hausnum fram. Þegar ég er komin hérna að stinga hausnum örlítið fram. Þá er minni líkur að ég get, eða það er vandamál. Það er mjög algengt að þyngdina verður að vera þungar, þá fyrir fólk að halla sér aftur og álagið fyrir beint hérna. Ok? Þannig að
halda góðri hryggjastöðu. Það er alltaf lykilatriði. Að sjálfsögðu hnén sem áttu tæru alltaf, spenna kvið og rass. Hvað axlarliði varðar, náttúrulega hreyfingu fyrir axlarliðin. Tryggja það að mótvægisvöðvinn fyrir axlarliðin sé virkur sem þið tryggir með að fara réttu leið. Þriðja, að mynda góðan stöðuleika í öxlunum með að snúa inn. Olnbogi inn, hérna er ég að nota snúningsvöðvana. Og sama hérna, þegar ég klára, þá fyrir olnboginn inn. Ok.